Það segir í Orðsköfunum 3:19, Drottinn grundvallaði jörðina með visku. Og það er ekki vinsælt í dag að trúa því að svo hugmynd að það hafi verið einhver viska á bakvið líf hér á jörðu. Og þeir sem aðhyllast slíkt eru iðulega hafðir að háði, sérstaklega þegar maður fullyrðir að jörðin sé aðeins 6.000 ára gömul, eins og Biblían gefur til kynna, og þá er maður hafður að atlægi. Og þessi stað trúa flestir að allt hafi orðið til fyrir tilviljanir, að engin viska hafi verið til staðar og það sé engin hönnuður að lífi á jörðinni. Nú ekki fyrir svo löngu var ég á leið erlendis og satt við hliðina á hjónum í flugvél og við vorum að spjalla saman og þá fljótlega barst talið að trúmálum. Og þau voru augljóslega þeirra skoðunar að líf hafi þróast að tilviljun einni saman og ég spurði þau hversu líklegt þætti að þessi flugvél sem við sætum í gæti hafa þróast af sjálfum sér í röð tilviljana án þess að það veri nokkur hönnuður sem kæmi þar nærri. Og þeim þótti það vera frekar litla líkur á því og ég benti þeim þá á að mannslíkamann veri miklu flóknara fyrirbæri en flugvél. Hvernig geti mannslíkamenn sem er svo miklu flóknari þróast fyrir röð tilviljana þegar það er óhugsandi að slíkt geti átt sér stað með einfalt fyrirbæri eins og flugvél, samanborið við mannslíkamann. Nú þau voru alveg tilbúin að hlusta á svona rökfærslur en þegar talið barst að aldri jarðar að hún var eftir 6.000 ára gömul þá gekk ég alveg fram að þeim og í þeirra huga er það óhugsandi því að það er sífellt verið að tala langan aldur í öllum fjölmiðlum, milljónir og jafnvel milljarðar af þróun. Og það hafa verið sannað með aldursgreiningum. En hversu mikið er að marka aldursgreiningar? Getum við treyst því að slíka greiningar séu marktækar? Nú Mount St. Helens er frægt eldfjall sem gaus árið 1980 en málið með Mount St. Helens er að þegar nýja hraunið byrjaði að myndast að þar sem við vitum hvenær það gerðist þá getum við prófað þær aðferðir sem eru notaðar til aldursgreininga hvort þær séu nákvæmar eða hvort þær virki í alvörunni. Og það komu mjög áhugaverðar niðurstöður úr því þegar Mount St. Helens sprakk að þá safnaði doktor Austin saman sýnishornum af berginu og sendi þau á rannsóknarstofu og þar er framkvæmt venjuleg aldurspróf og þegar það kom tilbaka þá voru það mjög upplýsandi niðurstöður að þarna var liðin 10 ár frá því að sprengingin átti sér stað þegar sýnin voru tekin og þau voru send á rannsóknarstofuna og það hefði átt að gefa stuttan aldur. Niðurstaðan var hins vegar svo að þetta var 350.000 ára gamalt grjót og það er ekki kannski nálægt því að vera milljónir ára og miklu meira en 10 ár. En þannig að ef það hefði ekki verið neinn vitni af því þegar að fjallið sprakk og ekki vita hver aldurinn væri, þá gætu menn haldið þessu fram og sætt sig við það að þetta væri 350.000 ára gamalt grjót. Það væri aldurinn á því. Það sem gerðist var að þeir prófuðu annað sýni og þá var það 900.000 ára gamalt og svo þriðja sýnið sem reyndist vera 2,8 milljónir ára. Þannig að það var 10 ára gamalt grjót sem gaf aldur yfir 2 milljónir ára. Þeir eru með 3 sýnishorn úr sama svæði, sama grjót, gríðarlega mismunandi aldur. Og það sem vanalega gerist er að þegar þeir fá niðurstöður úr slíkum mælingum að það trúir engin svarinu nema það passi við það sem þeir telja að það ætti að vera og þannig geti rannsóknarstofan spurt jarðfræðinginn, er þetta allt í lagi? Er þetta það sem þú varst að búast við? Og svo myndu þeir búa til sögu til að geta útskýrt hvers vegna dagsetningin kom út eins og hún gerði og ekki eins og búist var við. Og þannig er hver dagsetning sem kemur frá rannsóknarstofu í raun túlkuð til að útskýra hvers vegna hún er eins og hún er. Aldursgreiningar eru líklega einn stærsta röksemdin fyrir fólk, jafnvel þótt að skilji ekki neitt hvað það er að tala þegar það segist trú á þróun. Og það er oft fyrsta ástæðan sem fólk gefur með þetta með geislamælingar. Og samkvæmt þeim ætti heimurinn að vera milljarða ára gamall jafnvel
og þetta er ekki spurning trú og vísindi, þetta er spurning hvers konar trú þú hefur. 2 trúarbrögð. Að það er mikilvægt að gera þessi grein fyrir því, vegna þess að þú munt heyra það oft sagt að þú sért ekki að trúa á vísindi ef þú trúir á Biblíuna. Nú það er nokkrar aðrir lærdómar frá Mount St. Helens sem tengjast ekki geislamenningum en tengjast ungum aldri jarðarinnar, eins og það að jarðfræðilegir ferlar gerast mjög hratt og á stuttum tíma. Að til dæmis þegar eldfjallið gaus framleiddi það ofurheita ösku sem myndaði þessi fínu lög. Og í raun voru 8 metrar af þessum lögum sem mynduðist á 1 klukkustund. Og það sem gerðist er að efnið myndaði lög sjálfkrafa þegar það lagðist niður. Svo það er einlegsía að lög myndast fljótt og jafnvel á 1 klukkustund. Annað er veðrunin sem gerist hratt. Að þegar þú ferð þangað getur þú séð þessi mögnuðu gljúfur og eitt af þeim er kallað Litla Grand Canyon og þú horfir á það að það er lítill lækur sem rennur niður í miðjunni og breitt gljúfur 50 metrar á breidd og 30 metrar á hæð og svo þegar þú horfir á það hugsaðu, vá, það hefur tekið langan tíma fyrir þennan litla læk að grafa allt þetta gljúfur. En raunin var að gljúfrið var skorið á innan við sólarhring. Það var vegna þess að heitt hraunið bræddi snjóin og allt kom niður hlíðina sem stórt flóð af leðju og snjó og vatni og það gróf þetta gríðarstóra gljúfur á einum degi. Og þannig eru margir atburðir sem sanna að hlutirnir geta gerst gríðarlega hratt. Nú það er marga tegundir af aldursgreiningum og ein af þeim er kolefnisgreining, en raunin er að kolefnisgreining gefur mjög góða vísbendingar unga jörð. Það er vegna þess að kolefni hefur helminguna tíma upp á ríflega 5.000 ár. Þannig að það er útilokað að mæla kolefni sem er eldra en 100.000 ára gamalt að hámarki. Og þannig að það er ekki hægt að nota kolefnisgreiningu til að sanna að heimurinn sé milljóna ára gamall. En það er mjög gagnlegt þar sem að ef það er eitthvað kolefni 14 til staðar í efninu að þá er útilokað að sig að ræða langan aldur. Og þetta kemur sem mjög vel þegar til dæmis verið að tala demanta, að þeir eigi að vera milljarða ára gamlir, að það þýðir að það getur ekki verið neitt kolefni 14 til staðar í þeim. Það er eins og að mælist kolefni 14 í þeim, sem er góð sönnun þess að þeir eru ekki milljarða ára gamlir. Þannig að þetta er spurning túlkun og þú tekur niðurstöðurnar og túlkar þær. Og þú hefur líklega heyrt sagt frá hvernig berglögin mynduðust og vinsælasta sagan er sú að berglög mynduðust hægt og rólega yfir milljónir ára með sömu jarðfræðilegu ferlum og við sjáum í dag. Og veðrun mynda síðan hæðir og dali og önnur einkenni sem við sjáum. En snöggferði í Grand Canyon sýnir að þessi frásögn getur ekki verið rétt. Ef þessi skoðun er í raun rétt túlkun þá myndum við búast við að sjá veðrun á milli berglagana. Ef þessi berglög verða til og verða fyrir áhrifum í 100.000 ára eða milljónir ára, þá myndur við búast við að það væri vísbendingar það. En þú finnur ekki slíkar vísbendingar og það sem við sjáum í staðinn er hröð eða engin rof á milli jarðlaga. Það er engin gil, hæðir og dalir sem fyllast hægt og rólega af næsta setlagi. Það er bara flatt, einkennalaust berglag með öðru flötu og einkennalausu berglagi ofan á. Hvernig tókst mjúkum sandsteini að standa af sér veðrun í langan tíma? En rökrétta svarið er að svo var ekki. Hinn langa aldur sín á berglögin er einfaldlega ekki að útskýra það sem er til staðar. En það er til líkan sem að útskýrir hvers vegna við sjáum mjög lítið rof á milli lagana. Þegar í fyrstu Mósebók lesum við ofbeldisfullt alheimsflóð sem eyddi heiminum sem var þá. Og Ofsaflóðið myndi hafa rifið upp kílómetra af seti og setta aftur niður í lögum. Og þessi jarðlög lögðu niður í mestalagi, þau lögðust niður í mestalagi á einhverju daga millibili. Og það var engin tími fyrir hægfara veðrun. Og svögulegar frásagnir Biblíunnar útskýra það sem sést í heiminum
en manngerðar kenningar jarðfræðilega þróun gera það ekki. Nú svo það bergbogar í eyðimörkum, að það fullt af bergbogum allan heim í sjónum og á landi, en þeir áhugaverðustu eru á landi og þá sérstaklega í eyðimörk. Þegar við skoðum bergboga í eyðimörk eins og í þjóðgarðinum í Utah í Bandaríkjunum, að þá eru 2000 bogar sem hafa verið skráðir í garðinum og þetta eyðimörk. Svo hvernig myndi þessi bergbogar myndast í eyðimörk? Fylgst hefur verið með því að í yfir 45 ár þá hafa 43 slíkir bogar fallið niður og sundrast. Enginn hefur séð nýjan myndast. Það þarf einhvers konar vatnsrennsli til að renna í gegnum miðjuna. En það ekkert slíkt í eyðimörk. Það gæti hins vegar hafa myndast í lok Nóaflóðsins, en það engin möguleiki í eyðimörkur umhverfi til að búa þá til. Það ekki mögulegt að hægur stöðugur vatnsstraumur gæti hafa skorið út þessu stóra boga, því þetta í eyðimörk. Svo hvernig styðja bergbogar hugmyndina unga jörð? Nú þessi bogar eru að falla niður cirka 1 á ári að meðaltali og hafa gert það síðustu 45 ár og líklega eru þeir að falla hraðar niður núna en það gerði í upphafi. Þannig að það myndi auðvitað að passa inn í tímaramma sem cirka 4500 ár frá Nóaflóðinu. Svo ég myndi halda að rökréttasta skynsemis hugmyndin væri að þetta passar inn í þann tímaramma. Annað vandamál saltið í sjónum, að þegar það rignir í landi leysist regnvatnið, það leysir upp salt og síðan fer það salt í árnar og svo út í sjó. Þannig að það bæti stöðugt salt í sjónum. Og þegar vatnið gufar upp og kemur aftur yfir landið sem rigning, skilur það saltið eftir í sjónum. Þannig að með tímanum verður saltaukning í sjónum. Og hvernig það sönnun fyrir ungri jörð? Og við getum mælt hversu mikið salt fer í hafið. Og 2 menn, Dr. Steve Austin og Dr. Russell Humphreys, gerðu stóra rannsókn á þessu með því að áætla hversu mikið salt fer í höfin og hversu mikið hverfur úr þeim. Og þú getur þá reiknað út hversu langan tíma það myndi taka að ná öllu saltinu í sjóin. Og af því gefnu að það sé ekkert salt þar til að byrja með, að þá reiknuðu þeir hámarksaldurinn upp á 62 milljónir ára. Þannig að það hámarksaldurinn, ekki meira en 62 milljónir að hámarki, og það gerir ráð fyrir því að ekkert salt sé þar til að byrja með. Svo hvernig hefur það áhrif á langan aldur? Og það ekki nema eins og 1/50 hluti af áætluðu lágmarksaldri hafsins eins og vísindamenn vilja halda fram, þannig að höfin of ung. En 62 milljónir ára samt langur tími, miklu meir en 6000 ár, en þetta var það sem maður mældi sem hámark og þeir gerðu ráð fyrir að ekkert salt væri til að byrja með. Þannig að Guð skapaði fiska sem lifa í söltum sjó, myndi ég ímynda mér að það væri saltur sjór fyrir þá til að lifa í. Þannig að hafið hefði verið salt til að byrja með. Þannig fer aldrei niður í tímaramma sem væri í samræmi við tímaramma Biblíunnar. Nú bergbeygjur gríðarlega áhugavert fyrirbæri. Allan heim sjáum við beygða steina og suma þeirra mjög stóra, sérstaklega í fjallgörðum. Og þegar við skoðum þetta þetta vandamál með aldur þeirra. Vegna þess að þeir líta út eins og þeir hafi verið beygðir þegar þeir voru ennþá mjúkir. En samkvæmt langaldur sjónarmiðum voru þessi berglög lögð niður löngu áður en þau voru beygð og hefði það verið orðin hörð þegar þau voru beygð. En ef þú hefur nægan þrýsting þá getur þau beygt hart berg, en þegar þú setur þann þrýsting á það þá hitnar bergið og þegar það hitnar þá breytir það eðli bergsins. Þannig verður til dæmis sandsteinn að kvarsíti eða marmara þegar hann hitnar og það hefur því átt að hafa verið eðlisbreyting á berginu. Reyndar var rannsóknarverkefni nýlega unnið af Dr. Andrew Snelling jarðfræðingi og hann tók sýni innan úr einni slíkri beygju og svo líka lengra í burtu frá beygjunni í sama efni og hann bar það saman og það var engin munur sem þýðir að það hefði ekki átt að hafa átt sér stað en hitun á berginu. Beygingin hlýtur að hafa átt sér stað þegar efnið var mjúkt
Og þannig að til að bergi sveigist á meðan það mjúkt þá þyrfti það að gerast mjög hratt og fljótt eftir að efnið var lagt niður. Þannig að þessi athugun ein og sér útilokkar næstu 500 milljónir ára af jarðfræðilegum tíma. Nú svo það uppgötvun sem doktor Schweitzer, ég kann ekki bera þetta fram, Schweitzer, hún gerði á risaeðlum árið 2005. Uppgötvun hennar var birt í 60 Minutes, NBC News, BBC og öðrum fréttamiðlum allan heim. Og þau voru reyndi fyrst að birta þessi mjúkvefs uppgötvun risaeðla í vísindatímaritum, þá neituðu sumir að birta niðurstöður hennar og sögðu að þær væru ómögulegar og ekkert magn af sönnunargögnum myndi sannfæra þá að teymi hennar hefur raunverulega fundið upprunalegan risaeðluvef. Og vísindamennirnir sem grófu upp þessi bein sögðu að það væri nálykt á jörðinni og að lyktin af beinanum myndi þá á lykt af líkum. Nú eitthvað af þessu skynsamlegt ef þessi bein eru bara steinar sem hafa legið í jörðinni í meira en 67 milljónir ára. Nú vissulega til betri skýring en það. Kannski voru þessi bein ekki grafin í 67 milljónir ára. Nú gífurlegt vatnsflóð gróf þessar skepnur nýlega undir 20 metra af leðju fyrir aðeins 1000 ára. Þá heimsflóð sem lýst í Biblíunni rétta skýringin. Nú uppgötvun doktor Schweitzer bara toppurinn á ísjakanum. 100 vísindamanna víðsvegar úr heiminum hafa birt yfir 120 vísindagreinar sem lýsa upprunalegu lífefni frá risaeðlum og öðrum fornum verum í jarðfræðilegunum allt síðan árið 1954. Og það ekki bara ein tegund af mjúkefni eða lífefni sem þeir finna, heldur 16 mismunandi afbrigði. Þar á meðal eru æðar, rauð blóðkorn, blóðrauða, beinfrumur, eggalbúmín, kítin, ósteinnefnabundið bein, kollagen, litningar, húðlitarefni, vexprótein, histón, keratín og elastín. Og nýjustu 2 uppgötvanir eru brjósk og jafnvel taugafrumur frá Triceratops. Og það sem ótrúlegt við þessar niðurstöður að þúsundir vísindamanna mistu algjörlega af þessum upprunalegu skammlífu lífefnum. Og hvers vegna var það? Vegna þess að þeir töldu einfaldlega að þeir væru bara hertir steinar miðað við 1.000.000 ára heimsmynd þeirra. Hver voru fyrstu viðbrögð vísindamanna? Það voru sömu viðbrögð hjá flestum, kannski túlkaði hún sönnunargögnin rangt eða var að ýkja möguleikann á því sem hún var að segja. Og gera sér grein fyrir því að hluti af líffræðilegri hringrás felur í sér rotnun og náttúran sett upp til að brjóta efni niður og endurvinna það. Svo það bara ólíklegt að svona mjög viðkvæm lífefni geti varðveist sérstaklega í milljónir ára. Og lögmál efnafræði og líffræði og allt annað sem við þekkjum segir að það ætti að vera horfið, það ætti að vera algjörlega niður brotið. Nú þá sögðu þeir bara, já, þetta ekki hægt, gerðu þetta aftur. Svo doktor Schweitzer og hennar teymi fengu önnur bein og þetta var endurtekið aftur og aftur með mismunandi beinbrotum. Rökfræði þeirra eitthvað á þessa leið. Aðeins steinefni, ekki lífefni, getur endað í milljónir ára. Steingerð bein eru 1.000.000 ára gömul og þess vegna eru steingerð bein aðeins steinefni en ekki lífefni. En í ljósi hinna nýju yfirgnæfandi sönnunargagna hafa allt önnur rökfræði að hrífa sömu sérfræðinga. Það allskyns steingervingar frá öllum jarðlögum og heimsálfum hafa enn lífefni, þess vegna eru þeir ekki milljónir ára gamlir. Og vísindamenn hafa gert örvæntingafulla tilraunir til að ímynda sér leiðir til að lengja líftíma þessa mjúkvefs í milljónir ára frekar en að endurskoða tímalínuna. Hvað gæti hugsanlega knúið trúarkerfi eins og þetta? Það sem fyrir aðeins 20 árum síðan var enginn sem bjóst við að finna mjúkvef risaeðla, en þegar þeir finna hann, reyna þeir þá að útskýra það með því að finna upp varðveislu aðferðir sem gætu mögulega látið þá endast í milljónir ára. Skoðum aðeins eitt af þessum mjúku lífefnum, kollagen, sem helsta byggingapróteinið sem finnst í bandvef dýra.
Og fjölmargar rannsóknir hafa rannsakað hversu lengi kollagen gæti varað áður en það brotna niður. Og þó að flestar áætlanir séu aðeins þúsundir ára hafa sumir sett algjört fræðilegt hámarkslíf kollagens á milli 300.000 og 900.000 ár við bestu mögulegu aðstæður. Augljóst er að þessi lífefni hafa legið í jörðinni við frekar lélegar aðstæður og með hámarksgeymsluþol við bestu aðstæður undir 1 milljón ára. Hvað er kollagen að gera í risaeðlum sem eru sagðar að vera 67 milljónir ára? Svo hvað var það eiginlega risaeðlunar? Augljósasta svarið liggur í miðri Ameríku þar sem að 13 ríki eru full af risaeðluleifum í bland við sjávar og plöntulíf. Hvaða atburður í sögunni gæti grafið fugla, landdýr, sjávardýr og plöntur í yfir 1 milljón ferkílómetra landslægi undir tugum til 100 feta leðju. Nú yngri jarðlög eins og Morrison jarðlögin sem að ná yfir 700.000 ferkílómetra og yfir 13 ríki. Og þessi mótun eins og ein og sér er yfir 300 feta dýpt og er full af milljónum dauðra land- og sjávarvera. Nú ef það kæmi flóð allan heim sem stóð í það bil 1 ár, þá myndum við búast við að allar risaeðlutegundir í Norður-Ameríku yrðu grafnar saman á sama tíma og á sömu svæðum og það er nákvæmlega það sem við finnum. Allar risaeðlur eru grafnar á sama svæði í Ameríku, sömu svæði sem sami tími og sami atburður. Það getur verið nokkur vafi á því að hamfaraflóð allan heim væri nauðsynlegt til að þetta geti gerst. Þú hefur væntanlega heyrt talað fleka og flekaskil, en vissir þú að jörðin er eini hnötturinn í sólkerfinu og líklega þú víða væri leitað sem hefur slíka hreyfanlega fleka. Hvernig ætli standa á því? Og nútíma vísindi fullyrða að þessir flekar hafi verið á hreyfingu í 1 milljarð ára og þeir gera ráð fyrir að það hafi alltaf verið á hreyfingu með sama hraða og það gerir nú. Eða áleika hratt og fingurnögl vex á fingri. En hvað þetta það sem orsakaði Nóaflóðið og að þetta hafi allt gerst á 1 ári? Er það raunhæft að álíkta sem svo? Gæti það útskýrt náttúruhamfarir þar sem að allt líf á jörðinni er grafið í þykk jarðlög allan heim? Nú 1. Mósebók segir að á þeim degi opnuðust allar uppsprettur hins mikla undirdjúps og flóðgáttir heiminsins lukust upp og sama dag og flóðið hófst. Jarðskorpan hún brotnaði í fleka og gjáin breiddist yfir 60.000 kílómetra allan heim. Rifur gliðnuðu í sundur þegar bráðið efni reis upp úr miklu dýpi. Og jarðfræðilega líkan sýnir hvernig þetta ferli ýtir heimsálfunum fljótt í sundur. Nýmyndaður hafsbotn lagður undir brúnir heimsálfana. Og til dæmis meðfram vesturströnd Ameríku heitur hafsbotn sökk undir meginlands granítið og granítið dregið niður þar til að það smellur aftur upp. Og í hver skipti sem það smelti ýtti það vatninu upp og stórfelldar flóðbylgjur fluttu drullusand og rusl og grófu risaeðlurnar og fuglana og hákarlategundirnar saman í lögum þar sem við finnum þær í dag. Þetta útskýrir einnig hvers vegna mörg af þessum risaeðlu svæðum eru fyllt af ösku. Að þegar að hafsbotninn eins og færiband rann niður af möttli jarðar þrýstir mikill hiti efni upp í gegnum jarðskorpu álfunnar og eldfjöll gjósa inn í landi frá strandsvæðum og gífurlegt magn af ösku í blandu drullugar flóðbylgjur sem grófu þær milljónir skepna sem við finnum svo steingervinga í dag. Í Suður Kaliforníu er gott dæmi þetta ferli að þetta er eldfjallakerfi yfir 300 mílur að lengd sem dreifir frá sem ösku en nokkurt kerfi í sögu Norður Ameríku. Sú staðreynd að risaeðlarnir eru grafnar í drullusandi og ösku sýna hversu skyndilega þetta gerðist. Þær eru grafnar í þessum 3 mismunandi lögum og flest bein þeirra finnast aðskilin og jafnvel brotin. Það samsvarar flóðinu sem að lýst í 1. Mósebók og krafturinn sem er megnugur að grafa þetta allt og ekki fyrir svo löngu síðan. Og mjúkvefirnir og upprunalegu lífefnin sem við finnum í beinum þeirra í dag sanna nýlega atburðarás.
Raunin er að það hafa komið fram mjög sterkar vísbendingar að þetta hafi verið mjög hröð atburðarás og djúpt í möttli jarðar er köld skorpuhella og hvað er það og hver er vandamálið, hvert er vandamálið sem það hefur í för með sér fyrir þróuna sína. Að þessar svokölluðu skorpuhellur eru í raun bara sokkinn sjávarbotn og það er þegar að það er sprunga í jörðinu og hluti sjávarskorpunnar sekkur. Þannig að við flekarhefingar verður til ný sjávarskorpa þegar svo eldri sekkur niður. Og það sem að gerist er að þessi hluta sjávarskorpunar þrýstast niður í jörðina. Þannig að í dag sjáum við þessa skurði allt í kringum Kyrrahafið og vesturströnd Suður-Ameríku. Og í dag gengur þetta ekki hratt. Á flóðaárinu var það hröð hreyfing þar til öll upprunalega jarðskorpan var sokkin og við það var hafið heitara. Og við það að hafið var heitara stöðvaðist ferlið og þess vegna hætta plöturnar að hreyfast. Að vísu hreyfist þetta enn í dag en bara nokkra sentimetra á ári. Svo þessar hellur, það er hægt að skoða það núna með því sem að kallast jarðskjálfta sneiðmynd sem er eins konar tækni þar sem að beðið er eftir að stór jarðskjálfti skelli á og þá er hægt að kortleggja þegar að jarðskjálftabylgjurnar fari í gegnum jörðina. Að þá kemur þetta í ljós að undir þessum skurðum að það er hægt að mynda helluna sjálfa og það er hægt að sjá þéttleika hennar. Þéttleikin gefur til kynna að þetta sé enn mjög kalt, jafnvel á miklu dýpi og það sem það þýðir er að hellan fór niður nýlega og með miklum hraða. Og þetta er sönnun sem styður hraða flekarhefingar, að þegar hellan ætti ekki að vera kaldar. Það ætti ekki að hafa þéttleika kaldrar hellu alveg niður að kjarna jarðar. Það er stórir klumpar sem sitja ofan á kjarna jarðar nokkur þúsund kílómetra niður, 100 kílómetra þykkir og þykkar hellur af hafsbotni og hafskorpu sem nær alla leið niður að kjarna jarðarinnar. Það ætti að hafa hitnað núna ef þetta er í raun að veru milljóna ára gamalt. Það ætti ekki að sjást þessar miklu andstæður á köldum hellum á móti heitum möttlinum. Það ætti að vera frekar heitt. Og ef þú trúir því að flóðið hafi átt sér stað fyrir 4500 árum síðan og þetta allt fluttist þangað mjög hratt, þá gengur þetta allt upp. Og það er staðfesting á því að það hafi raunverulega verið hröð hreyfing á jarðskorpunni. Svo er það sem kallast gervi gjóskuberg. Það er í raun gjóskuberg sem myndast við núning. Og til að þetta geti gerst þarf bergið að færast með miklum hraða og nógu langt til að bræða steinana. Og venjulega er þetta aðeins lítill hluti í mestalegi fáinni millimetrar. En það hafa fundist 30 cm þykkt gervi gjóskuberg. Og það er það þykkasta sem hefur fundist hingað til. Þannig að þetta er óháð sönnun á því að plöturnar hafi raunverulega hreyfst mjög hratt. Svo hratt að bergið bráðnaði og framkallaði 30 cm þykkt gervi gjóskuberg. Bergið þarf að vera yfir 1000 gráðu heitt til að þetta gerist. Sem sagt, bergið var svo á mikilli ferð að það hitnaði í 1000 gráður við núningin. Þannig að það myndaðist 30 cm þykkt gervi gjóskuberg í hitanum. Og síðan er svæði allt í kring það sem það er svart útlits og næstum eins og kol. Þannig að þetta er eins konar óháð sannprófun á þessari hröðu niðurfærslu. Þannig að við höfum þessa köldu hellur djúpt í jörðinni og við höfum steina á yfirborðinu sem sýna hraðar hreyfingu plötunar líka á misgengjum. Þessi tvö atriði staðfesta að þetta er raunverulegt, að það eru vísindi til að styðja nákvæmlega þennan raunveruleika, að það hafi verið hröð flekarhreyfing á jörðinni til að færa flekkana í sundur á flóða árinu. Og það er ekki svo brjálað að hugsa til þess að þetta hafi gerst nýlega vegna þess að við erum að sjá sönnunargögnin í jörðinni sjálfri í dag. Af þessu mjög svo köldu plötum allt niður í kjarnan. Nú ég talaði mikið segursvið síðast og jörðin hefur segursvið og það hafa staðið yfir mælingar á segursviði jarðar síðan árið 1838. Og það er minnkun á styrk segulsviðsjarðar sem virðist hafa helmingunartíma 1400 ár. Og það bendir til þess að segulsviði jarðar geti ekki verið mjög gamalt, sem þýðir að jörðin getur ekki verið mjög gömul. Við höfum hins vegar
vísbendingar að það hafi verið segulsvið til staðar og elstu steinar jarðar mynduðust, þegar þeir mynduðust, þá jörðin hlýtur því að hafa haft segulsvið í upphafi og vísindamenn fullir það að jörðin sé 4,5 milljarða ára gömul og þeir verða því að hafa segulsvið sem hafi haldist allan þennan tíma. Og þess vegna hafa þeir þróað kenningu sem kallast dynamo-kenningin sem byggist á þeirri hugmynd að snúningur jarðar sé að knýja þessar hluti og kemur því til leiðar að segulsvið jarðar að það haldist í milljarða ára. En þetta skapar vandamál fyrir þá sem trúa á unga jörð því að sama hugmyndafræði felur í sér að segulsviðið sé mjög tregt til að umpólast. Þannig að það þarf minnstakosti 1000 ár til að umpólast og það er vitað að það hafi verið margar umpólanir á segulsviðinu í sögu jarðar. Það er því fullist að það hafi verið margar umpólanir sem að hver sig tók 1000 ár og það hafi verið mörg 1000 ár á milli þeirra. Og þú sjá að það getur ekki staðist ef jörðin er ung. Ég hef séð tölur eins og það að það hafi gerst 183 sinnum á síðustu 83 milljónum ára. Nú, hvernig vitum við að segulsvið umpólast? Það er vegna þess að þegar nýtt hraun rennur þá er það fljótandi af segulsteinefni sem er í hrauninu og það raðar sér upp þannig að það vísar til norðurs og síðan harðnar hraunið og þessar agnir eru þá fastar í þeirri stöðu. Nú síðan rennur nýtt hraun og þá vísa þessi steinefni í öfuga átt og hraunið harðnar og efnið festist í þeirri stöðu og þetta síðan endurtekur sig og við höfum þannig mörg lög sem sýna að norður og suður hefur ítrekað snúist við. Nú til þess að svara þessu þá var það maður sem heitir Dr. Russell Humphreys sem kom með tilgátu að það sem hann gerði er að telja í grófum dráttum hversu margar umpólanir við höfum í jarðfræðinni og skipti þið niður í þann tíma sem að Nóaflóðið stóð yfir. Og út frá því þá dró hann þá ályktun að svo virðist sem að til þess að útskýra fjölda umpólana sem við höfum, þá þurfa pólarnir að snúast við á 2 vikna fresti á þessu eina ári með að þetta hafi allt gerst í Nóaflóðinu. Nú þetta var aðeins tilgáta, ekki byggt á neinum rannsóknum, heldur aðeins hugmynd með það að þar sem að hann trúði því að jarðskorpan hafi sokkið á skömmum tíma og meðan á flóðinu stóð. Hugsanlega hefði þá segulsviðið ítrekað snúist við á sama tíma á meðan flóðið stóð yfir. Svo hér höfum við 2 líkön til að skýra segulsviðsbreytingar jarðar. Eitt sem segir að það eigi sér stað á 2 vikna fresti í 1 ár á meðan flóðið stóð yfir og hinn segir að það hefði tekið 1000 ár fyrir hvern snúning að eiga sér stað með mörg 1000 ár á milli. Þannig að það er mikill munur á. Nú hvernig getum við prófað þetta? Það er leið til að prófa það og Russ lagði til leið til að ákveða hvort að kenning hans að veri rétt og hinn röng. Og hér er hugmyndin. Segjum að við séum með hraunflæði sem flæðir yfir yfirborð jarðar og segulsteinefnin sem eru innan hraunsins munu snúa sér í átt að segulsviði jarðar. Nú fer hraunið að kólna og það kólnar fyrst efst og svo neðst og líka neðst og síðast í miðjunni. Þannig að segulsteinefnin festast í sinni stöðu efst og neðst en ekki í miðjunni. En segjum að segulsviði jarðar snúist á meðan að miðjan er ennþá fljótandi og ef það snýst við á þeim tímapunkti munu litlu segulsteinefnin inn í því snúa sér að nýju segulsviði jarðar. Og þegar allt kólnar þá hefur þetta undarlega ástand þar sem að eitt hraunflæði hefur eina sérstaka segulstefnu efst og neðst og hefur gagnstæða stefnu í miðjunni. Og þar sem Russ trúði því að segulsviðið snerist á það bil 2 vikum þá álitaði hann að ef við leitum að basalt hraunflæði á ákveðinni klykt ætti það að kólna á réttum tíma til að fanga viðsnúning ef hann átti sér stað í miðri kælingu. Og þetta er spá sem hann gerði árið 1986 og árið 1988 störfuðu 2 jarðfræðingar í Steens Mountain, Oregon og þessi jarðfræðingar uppgötvuðu hraunstreymi í einni tiltekinni einingu sem sýndi þennan eiginleika. Þeir vissu ekki af þessari spá Russ, aldrei heyrt það.
Og þegar rannsökuðu þetta komist að því að það benti til viðsnúnings á segursviði jarðar á mjög skömmum tíma. Og þeir sendu blað til birtingar og blaðinu var að sjálfsögðu hafnað vegna þess að þeir sem fóru yfir blaðið, eðlisfræðingarnir, sögðu að það væri algjörlega útilokað að segursviði jarðar geti snúið svona hratt og þess vegna var því hafnað. En þeir gáfust ekki upp og fóru að leita aftur og af sambærilegu og þeir fundu annar hraun sem sýndi þetta sama. Nú árið 1992 gátu þeir gefið út blað sitt með þeim rökum að segulsvið jarðar hafi snúist við á 14 dögum sem nákvæmlega það sem að Rush hafði í sínu módeli. Og þeir einfaldlega sögðu, við skiljum ekki hvernig í óskopunum það snerist svona hratt en hér eru gögnin. Þetta eru raunveruleg jarðfræðileg gögn sem sýna fram á slíkan hraða viðsnúnings á segulsviði og þannig staðfestir ungan aldur jarðar. Þetta var ekki aðeins spá sem að rættist síðar. Þetta þýðir að hitt líkanið virkar ekki því það tekur það 1000 ára að snúa segulsviðinu við. Og það er ekkert líkan eftir fyrir segulsviði jarðar nema það sem Rush notaði, sem krefst þess að segulsviði jarðar sé minna en 10.000 ára gamalt. Og það sem að elstu steinarnir á jörðinni hafa vísbendingar að segulsvið var til staðar þegar þeir mynduðust, myndi það þýða að elstu steinarnir á jörðinni séu yngri en 10.000 ára gamlir og þetta þýðir að jörðin er innan við 10.000 ára gömul. Það er eina rökrétta niðurstaðan. Vissulega hefur Drottinn grundvallað jörðina með visku og það er útilokað að þetta hafi allt orðið til af tilviljun einni saman. Það er hönnuður á bakvið þetta allt sem að visku sinni skapaði alla hluti. Og ég vona að þessi yfirferð mín hafi gefið þér styrk í trú þinni á almáttugan skapara sem elskar okkur og hefur gefið okkur líf. Við þurfum ekki að taka það nærri okkur þó fólk gerir grín að okkur og lítilsvirði okkur fyrir trú okkar og stórkostlegan skapara. Amen.